Það vika 10. Þannig í þessari viku seinasta námsefni sett fyrir. Við höfum eftir að fara í Next.js örugglega bara í næstu viku með meira React, GraphQL, eitthvað smá, en ég gefi það að hópverkefni 1 áskilast í vikunni og verkefni 5 hérna og þá verkefni 4 að, eins og ég talaði með seinustu viku, að fella niður verkefni 5, hækka hin verkefninu upp á móti. Sama hérna, þá myndast smá rými hér, þannig að myndi það hjálpa að færa þá hópverkefnið fram yfir helgi, þannig að hafið aðeins meiri tíma til þess að vinna í því, og verkefni 4 þá líka fram. Þannig að þá svona aðeins ná að draga úr þessu, annars þetta rosalega kúfur hérna, skil. Og þá myndast í raun, þá verður skil á þessu, þetta hópverkefni færist niður hingað og verkefni 4 færist niður hingað og þetta fellur út og svo það einstaklingsverkefni sem kemur inn á milli og við getum líka bara offloadað öllum þangað til eftir páska. Þá höfum við mánudag og miðvikudagstíma sem við getum bara klárað það. Það er eitthvað búinn að skráfa okkur hérna 27. En við gætum bara nota mánudaginn í fyrirlestra, fært það sem hafa skráð þessi ár yfir á miðvikudagstíman og nota þetta þá sem stuðning fyrir hópverkefni 2 og React og þetta sem verður síðan ykkar verkefni í þessari viku. Og svo kem ég til að ég erlendis hérna, svo páskar og svo hafið tíma hérna í seinustu vikunni til að fá aðstoð og kynningar og svona hnýta þetta saman hjá okkur. Er það plan? Já. Ok, en já, þeir sem voru að koma, ég þarf að vera farin hérna bara klukkan 15:40. Þannig að eitthvað sérstakt sem þið eru að lenda í hópverkefninu? Við vorum aðeins að pæla eitthvað svona með gagnagrunnin. Já. Hvernig væri best að hafa honum? Já, þá fer það svolítið eftir því hvernig þið hafið hugsað ykkur, hvernig verkefnið ykkar á að vera. Verkefni frá sem bara viðburðakerfi. Já, þá það bara að hugsa, ok, hérna ég bara að hoppa yfir það sem við vorum með. Já, kannski ekki uppsetningin á þetta svona rendir. Já, rendir eða eitthvað svona þannig. Hvað munum hýsa? Hvað munum hýsa? Já, og það við mögum bara einn gagnagrunn. Já. Ég smá hrædd að eins og ef það var ekki að fara yfir verkefni 2 hjá mér. Já. Gagnagrunnin fokkaðist upp þar og eftir að ég setti nýja. Já, og það þeir eiga að vera búin að fara yfir þetta, vantar bara einkunnir frá öðrum kennarunum og ég var bara að bíða eftir að það kom inn til þess að sýna þær, þannig að við ættum alveg að vera góð þar og þá gæti bara einhver í hópnu sagt bara ok, ég tek þetta hérna, ef það ekki búið að fara í verkefnið, þá bara lendum við í því að gagnagrunnin ekki niðri en þá var þetta spinnus upp, bara lokali út frá skilunum ykkar, það virkar alveg og þá bara getið látið mig vita, þannig að sá aðeins sem tekur á sig að fórna verkefna gagnagrunninum sínum fyrir hópverkefnis gagnagrunnin getur látið mig vita eða þið getur notað Railway, getur líka að prófa það svona. Það setja vídeo upp og þetta á það setja. Já, við gerðum það í tíma hérna, bæði bara í 4. viku eða eitthvað svoleiðis. Ef þið eru orðin alveg Já, núna vitið miklu meira. Ok, þannig þá það og þá þetta bara eins og við erum búin að vera að gera núna í þessu seinustu 2 verkefnum. Það þarf að byrja því að ákveða verkefni. Það þarf að byrja því að ákveða, ok, hvað eru svona resource-arnir okkar. Eins og hérna í fyrra, ég held ég var nú aðeins búin að fara yfir þetta, þá var þetta eitthvað products og product á heim í kategóri og svo erum við eitthvað kart sem innkaupakennan mín og hún á sér línur og línurnar eiga sér vísun í vöru, þannig að þetta í raun, við tengjum, þetta svolítið svona eins og bara að gera UML-rit, gera svona gagnagrunn skema-rit. Þannig rosa gott að byrja á því, fá sens á hvernig ég ætla að gera þetta. Þessu viðburður á sér einhverja flokka, viðburður á sér einhverja staðsetningu, er staðsetningin bara á viðburðinum, er hún einhvern veginn normaliseruð í einhvers staðar, ég veit ekki, í adress hluti eða eitthvað, ég veit ekki, Og þá það í raun út frá því sem hérna, að minnstu kosti 3 töflur, hérna gleymdi ég ætla að hækka þetta því að 3 töflur með notendum í raun bara 2 töflur af því að það verður alltaf 1 tafla fyrir notendur og þá þetta orðið svolítið boring skema ef við ætlum að hafa einhverja tengingar. Já, ok, en já, það sem ég sagði í byrjun hérna, það engin
frammendi í hópverkefninu. Eingöngu prófa og vinna á móti Postman. Alveg eins og verkefni 3. Engin frammendi. Ekki neitt form, ekki neitt neinstæðar. Af því að þá er allir frammendi búin til síðan í hópverkefni 2. Með React. Ok? Hvernig er það ef það eru 4 hóp? Hverju er bætt við? Þú veist, það bætist ekkert við af virkni, það bætist bara við kröfur á virknina sem er útfærð. Já. Þú veist, þannig að það er bara, eitthvað sem er látið slæta er kannski, heyrðu, hérna ætti þetta að vera gert svona og þá er dregið niður punkt eða eitthvað. Þetta er svolítið svona fast and loose, hérna, hvernig þetta er. En þú veist, þetta er meira huglegt mat það sem fer yfir að það eru fleiri og ætti þessum að vera meiri kröfur. En annars, þú veist, ef þið uppfyllið þetta sem er hérna, þú veist, þá er þið í góðum málum. Þú veist, þetta er sama vorum að gera í verkefni 3, sama vorum að gera í verkefni 3 og í verkefni 2. Sem vorum að gera í verkefni 2 nema ekki með neinu viðmóti, bara skráningin og þið getið tekið þetta eiginlega bara að rifið þetta út úr sýnlausnum úr einhverjum verkefnum sem ég hef gefið út. Þú veist. Svo þurfið bara að víra þetta saman og láta virka. Hérna, við erum með einhverja myndir, nota annarkvort hérna Imgigs eða Cloudinary eða einhverja aðra þjónustu ef þið hafið eitthvað. Tæki tól og test, setja upp í hýsingu og svo sýna fram á hópavinnu. Þannig að þetta er alveg svolítið, en þetta er samt. Ef þið klárið verkefni 3, þá er þið alveg rosa góðum stað með að vinna þetta. Ok. Hvernig getum við pröfað þetta myndastuðning með bara Postman? Það er hægt að setja hérna. Það segjum sem svo. Kannski á ég... Herri, hérna á ég bara frá því fyrra. Þannig að... Product einhvers staðar. Já. Ekkert product. Ég er ekki... En það sem við getum þá gert í því tilfelli þar sem við viljum prófa að uploada mynd, það er bara aftur í þetta, er að ef ég posta, þá get ég sagt hérna, veist, image nei, það var í body, þú getur gert hérna form data, image, hérna átti að vera hægt að breyta þessu yfir í, já, hérna er það, falið svona, fallega falið, hérna, maður þarf að hovera yfir, alveg mega fullkomsens, yfir í file og þá get ég valið skrá hér. Þannig að þá verður þetta eins og við gerum input type file og getum uploadað. Og það eru dæmi þetta í hérna form partinum af námsefninu. Hvernig við notum multer til dæmis, sem tekur við þessu form data, sem er þá í raun flóknari, af því að þú veist, við erum að taka eitthvað sem gæti verið þannig sé 2 gigabæta og erum að uploada því og browserinn, þú veist, hann sendir ekki bara eitt í einu, hann sendir þetta, hann streymir þessu yfir og það eru svona boundaries, þannig að þú veist, það er hægt að íta á pásu og svo byrja aftur og þá hérna virkar það og vafrinn á að sjá það bara fyrir okkur. Að þá þurfum við að vera með tækni á bakvið sem kann að taka þessi gögn síðan og við getum streymt þeim, þannig að við tökum við bara bæti og getum streymt eitthvað annað, en fyrir myndirnar er fínt bara að streyma þessu öll inn í buffer og svo vista inn í þessa þjónustu. En aftur, þar eru í þessum sýnlausnum hægt að grafa eitthvað og finna eitthvað eins og hérna. Hér er kóðið sem að bæti við Cloudinary upload virkni. Þannig að þetta er enda listar þeim, en hérna er eitthvað upload sem að nota bara eitthvað upload virkni úr þessum Cloudinary pakka. Þannig að þetta er svona, þetta er ekki flókið, þetta er bara að láta þetta víra þannig að þetta virki. Það er oft flóknustu parturinn. Prinsipið er ekki flókið. Ok, eitthvað fleira? Herru, þá ætla ég að
við vorum með þetta hérna. Einhvers staðar var ég með eitthvað sem ég var að vinna í senstu viku. Já. Náum bara í það hérna. Uploadaði, bjó ég kannski ekki til. Klikkaði ég á því. Hopp. Já, þetta er bara senasta. Fyrirlestur 8, það er engin fyrirlestur 9 hérna. Sjá. Það er ekkert hér. Þetta er ekki það sem við vorum að vinna í það. Mjög skipulagt hjá mér. Ok, herru. Já, ég kallaði það VAF4. Þetta er hérna VAF4. Ok. Crisis averted. Við getum haldið áfram það sem við vorum. Ok, þannig að við vorum aðeins að skoða hérna þetta og þetta var eitthvað fínt hjá okkur þarna og lokum þessu svona ok svona, það var rétt. Þannig að við vorum að skoða hvernig við getum búið til komponenta í React og hvernig við getum í raun sendt inn property eða þessi attribute yfir og hvernig við getum sendt þessi children yfir. Já, betur. Já, þetta er svo svart, ég skil ekki. Já, þetta er nú orðið, það er svona bjart úti, þá er þetta orðið bara cozy hérna. Þannig að við erum með þetta og okkur langar til þess að gera eitthvað við þetta. Okkur langar að senda inn einhverjar deildir eða eitthvað, en okkur langar líka til þess að birta eitthvað. Þannig að við fjarlægjum þetta núna og við viljum í raun bara geta populata þetta núna með þessum deildum sem við vorum með í verkefni 3. Þannig ég ætla bara að opna það hérna, svona, og keyra það hérna á porti 4000, þannig að þá segjum við hérna bara port 4000 npm run dev. Ok, þannig að nú erum við bara keyrandi með vefþjónustunnar okkar hérna sömu vél, þannig að hérna fæ ég þetta, þannig að ef við gerum hérna /departments þá fæ ég alla deildirnar. Núna það sem við langar að geta gert er bara að fá þessar deildir hérna og taka title, bara fá þessi gögn, þannig að ég get einhvern veginn unni með þau hérna í þessu React dæmi mínu. Það þýðir þá að ég þarf að gera 2 hluti að minnstu kosti. Ég þarf að geta einhvern veginn sótt þessi gögn úr vefþjónustunni og ég þarf einhvern veginn að geta geymt þau í komponentum. Þannig að ég veit að ég sé búinn að sækja eitthvað, að sé eitthvað þannig, og ég þarf síðan að geta renderað út frá því. Þannig að við ætlum að fara hérna og hér erum við með þetta lið sem við ætlum bara að fjarlægja. Hérna viljum við fá þennan listu okkar. Ok. Þá þurfum við að nota hluti í React sem að leyfa okkur að gera þetta. Fyrst er það að við viljum geyma eitthvað state. Við viljum geyma einhverja stöðu í forritun okkar.
og staðan yfirleitt þannig að við erum að geyma eitthvað svona eins og það er búið að íta og taka það er búið að gera eitthvað telja eitthvað ákveðið mikið eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég get sagt hérna button og þetta er aftur JSX, þannig að þá er þetta bara hérna, setjum við HTML skilgreinir bara beint inline hvað á að gerast þegar ég íta og eitthvað taka. Þannig ætla ég að segja bara on click handler, bara hækka tölu er núna current number. Ok, svona, þannig að ég er búinn að segja hérna, ég ætla að gera þetta og ég er með eitthvað function on click handler sem ætlar að gera eitthvað og ég er með einhver tölu hérna sem er bara 1. Ok, þannig að núna vil ég gera hérna að ég íta á þetta og þá hækkar talan. Það þýðir í raun að forritið mitt er farið að geyma stöðu. Þá er í raun bara það að geta geymt uppfærslu á tölunni 1 upp í 2 upp í 3 er í raun nóg síðan til þess að expanda yfir í að ég get geymt bara hvað sem er. Þannig að þetta fyrsta er bara hvernig geymi ég einhverja stöðu. Og staða þess bara state og er í raun bara þetta forritið okkar hefur alltaf einhverja stöðu og við þurfum einhvern veginn að geta geymt hana, representa stöðuna. Þannig að það sem að það er í React og þegar við erum að nota svona functional komponenta þá erum við að nota hooks, er það kallað, sem að leyfa ykkur að hooka inn í einhver ákveðna virkni til þess að geta gert ákveðna hluti, til dæmis eins og geyma stöðu. Þannig að þá segi ég hérna const current number set current number jafnt og use state, importa því frá React og ekki neitt hérna nema ég get sett default stateið og ég ætla að setja það sem 1. Ok, þá ætla ég að fjarlægja þetta hérna, svo er ég bara með þetta hérna og nú vista ég og þetta er bara ennþá hérna, bara 1. En nú hækka ég þetta upp í 2 og nú er þetta 2. Þannig að ég er að setja inn hérna er í raun initial stateið, hver er byrjunarstaða í forritinu mínu. Ok, köllum þetta bara 1. Svo ætla ég að segja on click handler ætlar að taka og segja set current number plus 1. Þannig að þegar ég klikka þá ætla ég að kalla ég þetta hérna sem að setur þessa stöðu og hækkar current number upp í current number plus 1. Núna ger ég hérna og nú ít ég á takkan og ég hækka töluna. Þannig að ég fann að geyma einhverja stöðu í forritinu. Svo reloada ég síðunni og detti aftur niður í 1. En þetta geymist bara á klientnum. Þannig að þá er þetta eins og að ég er að fylla út í eitthvað form og ég er að setja eitthvað, ég er að stilla eitthvað til og svo ger ég eitthvað, þá þarf ég að halda utanum þetta state fyrir þá aðgerð. En síðan getum við, ef við förum yfir þetta sem er kallað single page app, þar sem við förum á milli síðna og staðan viðhelst á milli síðna. Það er þetta hugmyndin með þetta single page app. Þannig að við séum ekki að navigata á móti servernum. Þetta gerum við allt á klientnum. Þannig að við höfum verið að geyma þessa stöðu með því að segja eins og ég posti þessu yfir á bakendan og í bakendan verið með gagnagrunn sem að heldur utanum counter og ég hækka þann counter og ég skila nýja countinu og ég rendir aftur síðuna. Þá er ég að viðhalda stöðunni á servernum. Þannig er ég að viðhalda henni bara á klientnum. Skiljið munin. Þannig að hérna erum við bara komin í þetta sem við vorum að gera í Webfortune 1, að við vorum í raun að gera eitthvað hérna íta á takka til þess að bæta við röð eða sækja eða eitthvað, tengjast, gera eitthvað. Þannig að þarna er þetta bara React leiðin. Þannig að núna erum við ekkert, eins og sjáu, að vinna með eitthvað query selector eða add event listener eða eitthvað svoleiðis. React sér þetta allt fyrir okkur. Þannig að React sér það að við breytum þessu hérna, hækkum þessa tölu, React sér það að við erum með þetta state hérna og alltaf þegar við köllum í set state, eða set current number, þá er það signal í React sem segir hérna, heyrðu, það er búið að breytast eitthvað state, nú þarf að re-rendera, þá er þetta hérna allt saman renderað aftur, nema að React tekur í raun fyrri stöðu og nýja stöðu og reiknar út mismunin og breytir bara mismuninum og séum að gera það á document query selector eða hvað sem þarf og setja text content rétt og uppfæra þetta rétt. Þannig að React sér þetta fyrir okkur. Svo er hérna, þetta er ekki alveg korrétt af því að ef við erum með mörg svona, segjum svo að ég myndi íta okkur takka og það gerist margir hlutir, mörg set state transition sem eiga sér stað
það gæti verið eitthvað annað uppfæri current number og við lendum í einhverju race conditioni sem að current number er búið að hækka einhvern tímann áður og allt í einu fer úr 1 í 3 í staðan fyrir að vera 1 í 2 í síðan í 3. Þannig að við getum gert þetta sem atómíska aðgerð með að segja svona sem þýðir þá alveg eins nema núna tökum við inn fall sem tekur inn gildið á þeim tímapunkti sem að það á actually að uppfæra það. En í staðinn fyrir að uppfæra það út frá einhverju sem gæti verið að gerast hérna fyrr, sem gerist eitthvað meira á bara 10 millisekundum eða eitthvað, og þá er þetta búið að fara úr synki við það sem það var þegar aðgerðum að beðinum að yrði keyrð. En þarna er ekki verið að vísa í beina meint gildi, heldur fall sem tekur inn gildi á þeim tímapunkti sem aðgerðin á sér stað. Ok, þannig að núna erum við komið með einhverja leið til þess að geyma stöðu og segjum sér svo núna að nú ætlum við geyma bara stöðu og hún á ekki að vera tala, heldur hún á að vera bara fylki og hún á ekki að vera number, heldur departments og ég vil gera þetta hérna set departments og ég vil hérna segja þá hugsanlega bara gerum þetta hérna, hvernig þetta bara sækja deildir. Herri, bara las huga minn. Þannig að ég vil fá þetta og núna vil ég einhvern veginn sækja sér listan úr vefþjónustunni. Þannig að þegar þetta hérna gerist þá vil ég einhvern veginn sækja þetta og setja hérna hvað er bara eitthvað deps hérna og þá verður bara hérna title hagfræði deild. Þannig að nú vil ég gera það, en þú veist það gerist ekki neitt núna nema þú veist ég bara setja þessa stöðu. Þannig að þetta er bara hérna to sækja úr vefþjónustu. En þá er ég búinn að sækja þetta og þá vil ég núna einhvern veginn henda út öllum þessum department sem ég er með. Þannig að þá getur ég sagt hérna departments.map, þetta er fylki, við vitum það er fylki hérna og við setjum þetta sem fylki hérna. Við erum svolítið ekki með traust TypeScript, við erum ekki með það TypeScript sé hérna, við getum alveg gert eitthvað svona á, veist, þetta er alltaf lagi, við erum ekki búin að skilgreina hvað að vera hérna, ég get alveg bara sett það svona, þannig við sjáum hérna, hér er TypeScript, myndi það koma sterkt inn að hjálpa okkur við þetta og við getum alveg sett TypeScript upp með þessu, ég bara gerði ekki hérna. Þannig að við erum með eitthvað fylki, þannig að við getum sagt, þetta fylki, map og þá fáum við út, þá þurfum við að senda inn fallið sem á að keyra yfir öll stökin og þá er það eitthvað item, eða við getum bara kallað department í eintölu og eitthvað sem er bara teljarinn og hérna vill ég þá skila einhverju, sérlega vill ég skila bara department.title. Ok, nú fæ ég hagfræðideild, en það var út af því að hot reloadið viðheldur stöðunni. Það er að segja að hot reloadið reloadar kóðunum en geymir stateið sem við vorum í. Þannig að núna ef ég reloada síðunni, þá er þetta tómt, út af því að initial stateið hérna er tómt. Nú ít ég á takkan og þá fæ ég deildinni. Þannig að alveg eins og við vorum með einn áðan, nú erum við bara með fylki og við erum bara að ídra í gegnum fylkið. En nú gerist líka eitt, að við fáum villu hérna, við getum komist í konsólu hérna og séð aðeins hvað er í gangi. Each child in a list should have a unique key prop. Check the render method of departments. En núna, út af því að við erum að ídra út úr fylki, við erum að búa til í raun mörg stök hérna, þannig að við getum gert bara hérna title, sálfræði, deild, eitthvað. Nú bætist hún við hérna, en núna alltaf komin 2 stök hér og þegar við bætum núna einhverju við, þá getur React ekki tekið upplýsta ákvörðun það hvað er hvað, út af því að það vantar einhvern stöðugan lykil til þess að segja stak nummer 1 vísar í stak nummer 1 hér
Þannig að það er ekki hægt að gera greinamun á því hvað þetta er á þess að við skilgrunum einhvern stöðugan lykil í því hvaða gögn er verið að vinna með hana. Skilja ekki eitthvað hvað ég er að fara? Þú veist, þannig að ef ég væri með eitthvað þarna og ég myndi núna bæta þessu bara eitthvað í foo að, þú veist, og það gerist einhver aðgerð sem uppfærir þetta, að þá þarf einhvern veginn að vera hægt að vita að fyrsta stakið er fyrsta stakið í þessu fylki hérna. Þannig að lata leiðin eða svona leiði sem við höfum oft er í raun bara að segja hérna key verður þetta i sem er þá bara indexin inn í hérna fylkið okkar. En það getur samt alveg verið lygi af því að þú veist, það getur alveg raðast aftur fylkið einhvern veginn öðruvísi. Segir sér svo ég var með takka þetta sem var bara eitthvað að raða í stafrófsröð og þá myndi það ekkert breytast út af því að þá myndi ekkert vita að það væri breyst, það væri bara að vera að ídra gegnum 10 staka fylki aftur og það er engin lykill, þannig að það bara veit ekki, þannig að það bara, ég þarf ekki að uppfæra neitt. Þannig að þess vegna gerum við þetta og þá fáum við í raun þennan lykil og getum í raun sagt hvað þetta er. Best væri ef við væri með bara eitthvað department ID eða eitthvað slug, eitthvað sem við vitum að er stable sem er og unique og við getum sendt það áfram. Þannig að við erum með þetta, við erum með komandi hérna, við getum sótt þetta en núna viljum við í raun sækja þetta úr vefþjónustunni. Hvað gerum við þá? Já, við höfum gert það þegar við öllum notaði þetta ef þið kláruðu veffortin 1. Fetch, gamla góða fetch. Þannig að þá getum við bara sagt hérna, breytum þessu yfir í async fall og þegar nú ætlum við að nota bara async await og við ætlum bara að segja response jafnt og await fetch og hérna vantar okkur einhverja slóð. Þannig að þá komum við aftur í þetta hvernig viljum við vinna með slóðun okkar, viljum við gera eitthvað en við ætlum bara hardkóðuna til þess að byrja með. Kannski aðeins og gróft, ég get ekki skilið þetta svona. Svona. Kemur hérna. Svona. Þannig að núna bara gerum við þetta og ef við munum, þú veist, við þurfum að vera með try cuts hérna utanum. Og þá komum við núna hérna í OK. Nú allt í einu erum við komið möguleika á nýrri stöðu í birtingunum okkar. Við ætlum að sækja einhverja deildir en við gátum það ekki. Og munið, þetta eru þessi 4 hluti sem við erum að pæli. Það er loading state, það er gagna state, það er villu state og það er empty state. Þannig að núna erum við bara að hugsa um þetta sem er það sem við gerum yfirleitt, bara þetta the golden path hérna, það er bara allt í góðu og við birtum bara það sem að gerist. Það sem við getum gert hérna er að búa bara til nýja stöðu eða breytu sem við getum kallað bara state og set state og það er raun getum við bara kallað, þetta er bara 4 strengir sem er bara hérna verður svo gott að geta sagt bara gert eitthvað svona sem var bara empty eða data eða error eða loading. Þannig að ef við varum að nota TypeScript þá getum við gert þetta og þá myndum við vita nákvæmlega í hvaða stöðu forritið okkar er. Þannig í byrjun erum við með tómu stöðuna. Þannig að við viljum representa það einhvern veginn hérna. Þannig að state jafnt og data og svona state jafnt og empty og þá getum við gert hérna engar deildir. Nú fáum við einhverju villu hérna, ég meina hvað ég sagði senast, það má bara vera 1 barn innan í hverju hérna. Nei, það með eitthvað annað hérna. Svona. Já, þetta er alltaf í lagi, því að við rendurum, þessi hérna geta aldrei komið upp á sama tíma. Þetta er náttúrulega bara börn, þannig að þetta er alltaf í lagi. En við myndum kannski frekar vilja hafa þetta svona og þá er það bara enga deildir og svo gerum við hérna response og gerum bara hérna console log ef það kemur upp einhver villa. Þá getum við sett bara einhverja villu svona. Þá fyrir við aftur í console hérna.
heldur lítið pláss hjá okkur og gerir þetta þá fæ ég bara connection refused hérna og þetta loggaðist út þannig að þá getur ég sagt set state error og þá getum við búið til nýtt hérna sem væri error villa við að sækja deildir svona, þá er komið þetta og þá get ég tekið þetta hérna og þá get ég núna búið til eitthvað svona artificial bið hér get bara wait sleep eitthvað 2000 getur búið til annað fall hérna sem er bara return new promise resolve window set timeout resolve resolve eftir n sinnum 1000 sem er svona þetta er ekki alveg ólengi og þá getum við sagt hérna í byrjun eða bara hérna loading þá getum við sett seinasta hérna loading sæki deildir svona og býðum við hérna í 2 sekundur og fáum síðan villu við að sækja deildir en nú er bara eftir að sækja gögnin en við erum núna búin að í raun að uppfylla þetta þetta er í raun að sama við vorum að gera í lokin á Webfortun 1 núna í senstu 2 ára minnst kosti þannig að ef við tökum þetta fall út fyrir svega hérna þetta er ekki alveg svona ágætlega svona næs þetta er ekki svolítið næs út þetta er svona það er ekki við erum svolítið mikið bara að segja nákvæmlega það sem við viljum við erum ekki mikið að nota eitthvað svona oh my god ég þarf að sækja þessa nóðu og breyta þessu og uppfæra þetta og þetta við erum bara mjög svona to the point í því sem við erum að gera þannig að áður en við klárum þá getum við bara hérna if response ef ekki ok þá bara eitthvað throw new error not ok og þá bara fer það bara hingað þannig að við erum bara tæknilega sé væri það snirtilega að skipta þessu upp í try-catch sem væri bara utanum eitt hlut sem gæti þróað í einu en við erum bara svolítið að flýta okkur og þá segjum við hérna við vitum þess að við erum með response og við ætlum að segja const json er await response.json og þá fáum við tilbaka parsa json og þá segjum við set departments json og set state data ok, þetta virkir fyrsta fáum loading state okkar departments ok, það er einhverja villur fail to fetch já, nú erum við með þessar skemmtilegu villu hérna, korsvillu sem segir það að út af því að við erum að sækja þetta úr vefþjónustu hérna yfir og svo vefþjónustu segir ekki hvað má gera að þá er defaultið að það er lokað og þetta er ef við munum hvernig þetta var þetta er svo að ég get ekki bara, þið farin á vefinn minn og ég geti bara aðtúa bankareikningin eitthvað eða eitthvað sem er á einhverju öðru dómeni þá þarf hann að segja hérna cross origin resource sharing skilgreiningin þarf að vera já það má sækja gögn frá einhverju ákveðnu origin eða bara frá öllum originum þannig að þá er heppilegt hérna er með þetta óbyggð frá því að við vorum að skoða eitthvað áðan hérna er eitthvað util sem er kors þá getur ég tekið þetta hérna þá sjáum við hérna þetta setur bara res header þannig að þetta setur bara headerinn í response okkar þetta er bara middleware sem að ég get þá tekið hér slögt á þessu farið hérna kors ts svona, við erum nú að laga þetta
svona svona og svo fyrir við hérna og segjum þá bara undan þessu hérna þá ætlum við að nota kors svona og störtum þessu aftur á porti 4000 og förum hérna hreinsum og sjáum hvað gerist ok, ekki villa en ekki gögn þannig að það bara svona klassískt já, ég fer hérna og ég seti þetta sem tóma þannig að þá sjáum við, þú veist, að þrátt fyrir þetta, þú veist, ég setti þetta sem gögn setti þetta síðan sem tómagögnum, þú veist, en það sést ekki neitt, þú veist, React re-render það hratt að þetta mun aldrei sjást eitthvað svona svona og við fáum deildirnar okkar þannig að þarna erum við búin að nota í raun þetta til þess að sækja gögnin nota bara fetch bara alveg eins og við nota bara gamla góða en nota síðan state í React og þá kannski seinasta spurningin ok, ég vil samt, þú veist, sjá deildirnar strax ég vil ekki þurfa að íta og taka og þá þurfum við að fara yfir í smá svona auka hoop sem að er örugglega mesta vesenisdótið í React sem er use effect og use effect er líka svona hook sem að segir ok, við eitthvað þá á eitthvað effekt að gerast þá eitthvað svona þú breytir einhverju gögnum, þú breytir stöðu á einhverju, þú veist, við getum sagt hérna það er effekt að breyta stateinu úr einhverju í eitthvað annað þannig að þá vil ég eitthvað keyri en nú vil ég bara segja þegar ég fer inn á síðuna þá vil ég keyra þetta fetch þannig að þá get ég frekar kalla þetta hérna fetch departments og þá get ég sagt hérna fetch departments svona og hérna vil ég segja þess að nú get ég reynt að segja async hérna nema þá fæ ég villu sem segir effect callbacks are synchronous to prevent race conditions put the async function inside þannig að þá er eitthvað svona fetch data þá gerum við svona lögum þetta hérna you can await here og þá segir við await fetch departments svona og þá sá ég, þetta byrjaði bara strax leið ég lóta síðunni þá byrjar hún að sækja gögnin þannig þá er þetta út af því við segjum hérna þetta er tómt fylki sem er dependency list if present effect will only activate if the values in the list change þannig ég geti sagt hérna state og ég geti látið þetta vera drifið áfram af stöðubreytingun í forritinu mínu þannig ég geti sagt hérna í byrjunir með empty eitthvað þarf síðan að breyta stöðunni þannig að það þarf alltaf að vera eitthvað þannig að þá get ég sagt í staðan fyrir að hafa use effect sem að gera þetta svona þá get ég gert use effect sem segir bara í byrjuninni alveg bara til loadaforritinu þá ætla ég að gera set state eitthvað loading og við það ég tek þetta út já, ég ætla ekki að flækja þetta svona í lokin hérna við erum komið með þetta svona og núna erum við með eitthvað sem keyrir leið og við opnum síðuna en ég breyti eitthvað svona já, ok nú getur við farið hérna kommenta þetta út og þá allt í einu er komið með hérna eitthvað sem að er svona single page app legt það er að segja við erum að koma inn og við sjáum svolítið þetta flögt og flögtið er út af því að þú veist við erum ekki að rendera neitt út þess að allt sem er í þessu forriti keyrir bara á client side þannig að þetta er algjörlega client side renderað en svo erum við að skoða í verkefni 2 þá sáum við allt í HTML-um okkar þegar við vorum alltaf að skila HTML yfir HTTP-ið núna skilum við bara þessu
React tekur við og byrjar að kæri forritið okkar, byggir upp allt útlitið bara í gegnum React. Og þetta er ekki endilega alltaf það sem við viljum, en við munum fara nánar í það í næstu viku. Þannig að nú er þetta stuttur tími í dag og bye.